til yngri krakka í Vestmannaeyjaskóla. Við ætlum að sýna ykkur búta úr nokkrum leikritum. Við köllum þetta Ævintýrabrautin. Leikritin eru öll eftir Þorbjörn Egner. Aðeins smábútur úr Kardimonubænum. Það er stutt heimsókn til Gavials og Baktusa. Það er smábútur úr dýrum Hálsaskógi. Stefán R. Gíslason hjálpar okkur í tónlistinni. Eru örugglega allir búin að slappa á farsímum. Gjörið svo vel. Góða skemmtun. Kardimonubær er lítill bær, langt héðan og mjög fáir vita hann. Það er nokkur undarleg bær og margt skeður það sem ekki skeður annars staðar. Það ganga til dæmis asnar göturnar, stundum koma 1 eða 2 kameldýr labbandi. Sólin skínast alltaf og fólkið er ánægt. Í þessu atriði hittum við Kamilu, Tomma og Sigursson sporvagnstjóra. Kamila litla er lítil stúlka full af yndisþokka. Tommi er glöggur drengur og Sigursson sporvagnstjóri stjórnar sporvagninum af miklum sóma. Ég heiti Kamila. Nú ætlum við að flétta saman 2 bútum og leikritum eftir Þorbjörn Egner. Ég heiti Tommi. Það er leikritin Kardimonubærinn, Karíus og Baktus og dýrin í Hálsaskógi. Ég er Sigursson vagnstjóri. Ég er Sigursson sporvagnstjóri. Áfram elskan þennan
ljúfastan allra sín á milli. Í húsi sínu hafa ræningjarnir ljón, bæði til gagns og gaman. Ljónið er besta skinn á ljóni að vera. Það er því ekki fyllilega treystandi, en ræningjarnir hafa mikið gagn á því vegna þess að enginn þorir að koma að taka þá fasta meðan ljónið er í húsinu. Ljónið hefur áreiðanlega borðað þá. Þið þykir nefnilega góðir sokkar. Alltaf viljum þið kenna ljóninu Ef eitthvað er að þá er ljóninu að kenna. Ég fannst það að minnsta kosti óviðeigandi. Ljónið veit að við stóðu þarna einu sinni. Það er leiðilegt að þessi stóðu þarna. Já, en það gerir nú ekki mikið til, Jesper, því þegar þú ert í stígvélum þá sér það enginn. Nú er Soffía frænka mætt á svæðið til ræningjanna og ekki líkar henni allskotar ástandið þannig að nú kemur í ljós hvernig Soffía gengur að eiga heima hjá ræningjanum. Jæja, nú er þið að taka til. Ég get ekki tekið til. Þú átt að læra það. Af hverju getur ekki Jónatan tekið til? Út af því að Jónatan á að gera annað. Jónatan, komdu hingað. Ég þarf bara að fara aðeins. Nei, þú verður kyrr hér. Þú tekur saman alla bolla og diska og hnífa og þær það upp. Af hverju getur Kasper ekki gert? Út af því að Kasper á að gera annað. Ég geri bara það sem ég sýnist. Þú ert að höggva við og kveikja upp og sjóða vatni uppþóttinn handa Jónatani. Hann þarf ekki heitt vatn í uppþvottinn. Jú, hann þarf heitt vatni í uppþóttinn og eftir hittar þá meiri vatn sem við þurfum nota til annars.
Já, þau sem segja, þau sem segni fulla þetta rót. Í hverju skoðu skjúma reyk og skræma list og dót. En ég skal nú skítið þvó og skapa óþóðan og harmonina sleipa út að hjálpa Jónatan. Því Kasper fremni gullast og binda eftir vel að heitu vatni hafa nóg í heitu betra til. Því hittir ekkur Jónatan sem ég í báðir og vilja þeirri vatnið í með vatnið á ég til. Því allir þeirra eru sannfrjó eins og morgunflag og skarkar verka kalla á og koma þeim í lag. En sama ekki segir neitt í sambandi við þær og skramar þá og skúra fast skítið burt ég næ. Aðalvandamál ræningjanna að fá í sig að borða. En sultin setja þeir við og við með heimsóknum í bæinn til pylsugerðarmannsins, bakarans og Bergs kaupmanns. Ég finn ekkert brauð. Það er ekkert brauð til. Áttu við að við eigum ekkert brauðmeti í húsinu? Já, ég ávistu það. Það var leitt. Mig langaði svo afskaplega mikið í brauð. Já, en við höfum kartöflur í kjallaranum. Kartöflur er ekki brauð. Nei, það er alveg rétt. Ekkert jafnast af við brauð. Þá verðum við að fara að ræna út í nótt. Já, við skulum gera það. Já, það kemur sér einmitt vel. Okkur vantar nefnilega svona sitt að hverju. Fyrst förum við til bakarans. Húrra! Svo förum við til pylsugerðarmanninum. Húrra fyrir pylsugerðarmanninum! Svo förum við til Bergs kaupmanns. Húrra fyrir honum líka!
tveilitlir náungar sem búa í Dunnarfjörð eru svo örlitlir að ógerningur er að sjá þá nema í gegnum stækkunargler. Þegar búið er að gera við tennurnar í Jens eða Karíus og Baktus hvergi heila. Í skóginum býr Lilli Klifmús og vinir hans. Þau eru alltaf hræddum að verða étin af refnum og öðrum rándýrum í skóginum sem geta ekki aflað sér matar á heiðarlegan hátt. Svip sem ekta gott
fölir fer og frakkar rauða ber. Munni dýru mörk og fjall þau vilja gáa sér. Þau skjálfa eins og urt í járn og flýja burt. Margar þettum lína þrætur munu hafast burt. Í mosan kúsan degir steini, sjá margt kallinn hæðist fram hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fel ég mig, í millan mottar músa greið mætti vaska. Nú Lilli Kleðmús að reyna að gabba Mikka ref með því að syngja fyrir hann vögguvísu, en Mikki veit ekki að þetta er vögguvísa. Hvernig ætli það fari hjá þeim, Mikki sofnaði ekki. Ertu svona voðalega svangur? Ég skal gefa þér svolítið að með við bílum. Nú, hættum þessu, Eva. Eða hvað? Ekkert. Erðum ekki, nú skal ég syngja svolítið fyrir þig. Sem mamma mín kenndi mér þegar ég var lítill, það er vögguvísa. Kominn aftur, refurinn og öglaparið, það er gott. Margir segja að refurinn séu svo ákaflega sniðugur, en mér finnst það eiginlega ekki mikið að minnsta kosti. Nú ætlar Lilli Kleðmús að syngja svolítið fyrir ykkur. Ég bjó vísurnar til sjálfur, þær eru hérastuð bakarar, hlustið þið nú á.
Hafið þið bakað piparkökur? Hvernig gekk það nú? Ætlum við að hitta hérastu bakara og bakardrenginn og þeir ætla að baka einhverjar góðar piparkökur handa okkur. Hlustaðu nú á. Hvernig gengur með piparkökurnar? Jú, meistari, nú eru þær fullbakaðar. 32 gómsætar piparkökur. Það er ágætt. Láð mér að bragða eina. Hvað í ósköpunum hefur þú gert, drengur? Ég gerði það sem að bakarameistarinn sagði mér að gera. Nei, það hefur þú ekki gert. Atsjú! Þetta er sannarlega skrítið bragð. Já, það er víst áræðilegt. Segð mér nú hvernig þú fórst að. Þegar atsjú! Áfram. Já, já. Piparkökur bakast, kökur gerðar maður tekur, fyrst af öllu steikar pottið og 1 kíló margarín. Rífir eldissmjörið það næsta sem að gjörið, að hræra teskeið púður saman við það heillir mín. Ég sagði kílóa sykri. Já, enda fannst mér þetta líka dálítið skrítið. Öllu þessu lokið, hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hveiti, hrærir oní potti vel. Síðan á að setja í þetta aðeins spara kíló pipar. Hvað segirðu? Aðeins spara kíló pipar. Hjálpi mér hamingjan, kílóa pipar. Ég hef nú aldrei heyrt annað eins.
lög í skóginum svo allir geta búið saman í friði. Það var nú svo, og nú ætlar Marteinn skógarmús að lesa upp lög sem hann og ég viljum að gildi fyrir alla hér í skóginum. Gjörðu svo vel, Marteinn. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér til matar má ekki taka mat frá öðrum. Og þá var það ekki meira. Þú ert vitur og skynsamur, Marteinn. Áreiðanlega hefði orðið eitthvað mikið úr þér ef þú væri bara ekki lítið mús. Upp með framlöppina allir þeir sem eru samþykkir þessum merku lögum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nú, umkláðan broddgalturinn rétt ekki upp löppina. Jú, ég gerði það. Það sést bara svo illa. Jæja, 14, 15. En þú, Mikki, nú ert þú einn eftir. Þú getur svo sem talið mig með, en þessi lög hreinasta bull. Þetta eru ágæt lög og þar með eru þau samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Upp frá þessu verða allir að gæta þess að hlýða lögunum og sjá aðrir gera það líka. Og þá er fundurinn lokið. Þakka ykkur fyrir. Bámsapabbi, eigum við ekki syngja þessa skemmtilegu grænmetisvísu áður en við förum? Jæja, fannst þér skemmtilega Lilli Klifurmús? Já, þær eru svo skemmtilegar. 1, 2 og 3. Svo
Við þökkum öllum kærlega fyrir komuna. Ykkur boðið í kaffi